Já, komið sæl. Núna þegar Steini búinn að fara yfir spádóma Daníels og allir eru með þetta ferskt í sínu huga, er það ekki? Hvað þetta þýðir allt saman. 70 vikur og 69 vikur og 1/7 og hálf 7 og allt þetta. Það langaði mig aðeins að halda áfram með eitthvað af þessum spádómum og kannski að reyna að sýna ykkur þetta aðeins í öðru ljósi heldur en við höfum séð áður. Og þá helst hvað þýðir þetta fyrir þig persónlega? Hvað þýðir 1844 fyrir þig? Og það er það sem ég langar að tala um í dag og það er eitthvað sem að grískur leiklistamaður sagði eitt sinn og hefur verið vinsælt orðatiltæki að það sem hann segir í stríði er sannleikurinn fyrsta fórnarlambið. Og það er einnig þannig farið í þessari miklu deilu milli Guðs og Satans að sannleikurinn hann hefur alltaf verið aðal fórnarlambið. En Kristur hann sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og Kristur sagði einnig í Jóhannes 8:44, þér eigið djöfulinn að föður og viljið gjöra það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Og þegar hann lýgur þá fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lyginnar faðir. Þannig að sannleikurinn hann er glögglega í lykil hlutverki í þessari miklu deilu. Og eins og ég kom að áðan, við erum búin að sjá spádóm Daníels 77 undir og hvernig það rættist með lífi Krists og fórn hans á krossi. Og við höfum líka séð spádóminn varðandi 2300 daga eða ár. Hvernig það tímabil hófst og á sama tíma og 70 vikurnar lauk, því lauk árið 1844. En það er annað tímabil sem fjallað bæði í Daníel og Åpenbarunarbókinni, sem spannar 1260 ár. Og mér langar aðeins að fjalla það, því við lesum í Åpenbarunarbókinni 12:14. En konan hún flýði út á eyðimörkina, þar sem Guð hafði búið henni stað og þar sem séð verður fyrir þörfum hennar í 1260 daga. Þetta tiltekna tímabil er endurtekið nokkrum sinnum á mismunandi hátt í Daníelsbók og svo í Åpenbarunarbókinni. Tímabilið þegar drekinn ofsótti konuna sem flúði út í eyðimörkina í 1260 daga vísar til 1260 ára yfirráða páfa á miðöldum. Það var kristna miðaldakirkjan sem knúði fram banvanir ofsóknir á villutrúamönnum sem að náði hámarki með rannsóknarréttinum þar sem að þúsundir voru pyntaðir og myrtar. Og ofsóknirnar héldu áfram meðan á síðbótanni stóð. Þar á meðal píslavættisdauða umbóta sinna eins og Hus og Jerome og slátrunar á Huguenots og öðrum sem þorðu að fylgja Biblíunni og samvisku sinni. Og þrátt fyrir að þessar ofsóknir hafi farið vaxandi og dvínaði gegnum aldirnar, þá er óhætt að segja að 1260 árin hafi hafist árið 538. Og á því ári voru síðustu andstæðingar arísku ættkvíslarinnar hraktar frá Róm. Þetta gerði tilskipun Justiniusar keisara að veruleika þar sem að páfinn, biskupinn í Róm, var lýstur yfirmaður allra kirkna og leiðréttari villutrúamanna eða corrector of heretics. Og með þessu umboði gat páfadómur orðið hið virka vald rómverska heimsveldisins. Og þrátt fyrir að páfadómur hafi safnað völdum smám saman og stundum með miklum áföllum, hafði kirkjan á slíkri stjórnum árið 1200 að Innocentius páfi gat fullyrt, frelsi kirkjunnar er hvergi betur varðveitt, segir hann,
en þar sem að rómverska kirkjan hefur fullt vald bæði í tímalegu og andlegu ríki. Þetta vald dvínaði hins vegar hratt undir lok 18. aldar, þar sem að kirkjan missti mikið af áhrifum sínum, þar sem hún hafði völd í frönsku og ítalsku byltingunni. Árið 1798, nákvæmlega 1260 árum eftir að Róm öðlaðist vald sitt árið 538, tóku franskir herir Napóleons undir stjórn Berthiers hershöfðingja Píus VII páfa til fanga, táknrænt fyrir lok tímabils hernaðarlegs yfirráðs kirkjunnar. Hins vegar á þessum 1260 árum var miðaldakirkjunni sannarlega leyft að há stríð við hina heilugu og hafði sigur yfir þeim og kúga hina heilugu hins hæsta, eins og við lesum í Daniel 7, 21 og 25. Konan flúði út í eyðimörkina þar sem áttu sanna trú. Þeir földu sig í fjöllunum og flúðu til svæða í Þýskalandi eða Sviss, þar sem trúfrelsi var umborið. Þannig var það að spádómarnir rættust. Það að í nákvæmlega 1260 ár var fólk Guðs ofsótt af kaþólskri kirkju og því lauk þegar páfinn var fangilsaður árið 1798. Það svo merkilegt að þetta leyti átti sér stað 3 merkisatburðir. Þeir eru Lissabon-jarðskjálftinn árið 1755 og svo New England dimmur dagur 1780 og stjörnuhrapið mikla 1833. Við kemum betur á því og eftir. En þetta var nákvæmlega uppfylling af því sem sagt var fyrir í Uppiferunarbókinni 6:12-13, þar sem segir: Og ég sá lambið lauk upp 7. innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tunglið var sem blóð og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið á stormvindi fellur haustaldin sín. Þarna sjáum við að þetta eru sömu atburðirnir og Uppiferunarbókin talar og í sömu röð. Það jarðskjálfti, sólin var svört og þá á nóttina var tunglið sem blóð og síðan stjörnuhrap. Við lesum áfram í þessum sama kafla næstu versin 14-17, þar sem segir: Og himinninn sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum og konungur jarðarinnar og höfðingjarnir og hersforingjarnir og auðmennirnir, mentamennirnir og hvert þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana: hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins. Því að kominn dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra, og hver mun geta staðist. Við lifum því í dag á milli Uppiferunar 6:12-13 og svo vers 14-17, því að seinni hluta þessa texta hefur ekki ræst. En snúum okkur aftur að þessum atburðum sem áttu sér stað. Jarðskjálftinn í Lissabon. Þetta var einhver merkilegasti jarðskjálfti mannkynssögunnar, eins og alfræði orðabók Nelsons kallar hann. Átti sér stað 1. nóvember 1755. Hann kallaður Lissabon jarðskjálftinn vegna þess að þessi mikla borg var nánast eyðilögð í skjálftanum á 6 mínútum. Og svo var það þessi myrkur dagur. 25 árum síðar kom næsti atburður 7. innsiglisins. Hinn dimmi dagur 19. maí 1780, þegar þessi dularfulla myrkrun sólarinnar átti sér stað, sem vísindamenn enn að rífast Raunveruleg orsök þess ekki enn þekkt, en Guð sá það fyrir og það var hluti af spá Uppiferunarbókarinnar, að það skyldi koma fram eins og sagt var fyrir Og næstu nótt birtist tunglið sem blóð. Síðan var það stjörnurnar sem falla. Síðasti hluti þessa spádóms rættist svo 53 árum síðar á nóttu 13. nóvember 1833. Þegar stjörnur féllu yfir Ameríku í risastóri sýningu á himnum, stærsta flugeldasýning sem augum manna hafa litið. Sjónarvottar
fallstjarnanna lýsa með óttablandinni hrifningu þeirri nótt sem aldrei gleymist þegar allur himinninn virtist þakinn logandi stjörnum og hélt því áfram tímunum saman. Sýnin 7. innsiglið birtir atburði sem eiga sér stað í tengslum við endurkomu Krists. En fólk er óundirbúið komu hans. Þeir hafa enga trú á orði Guðs. Þess vegna veita þeir ekki athygli þessum atburðum 7. innsiglisins. Þeir hafa ekki gefið sig undir kærleika Guðs né tekið við gjöf eilífs lífs sem þeim boðið með blóði Krists sem gjöf til allra manna. Þeir hafa annaðhvort hafnað eða vanrækt hjálpræði hans og þegar 7. innsiglinu lýkur þá er það orðið seinan að undirbúa sig fyrir eilífðina. En hvers vegna er ég að rifja þetta allt upp? Jú, vegna þess að við lifum í dag mitt inn í 7. innsiglinu og það næsta sem gerist er að fólk mun segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr. En einnig vegna þess að eftir þessa merkisatburði þá lýkur 2300 ára spádómur Daníels. Það er eins og þessi atburður hafi verið til undirbúnings fyrir það sem koma átti 1844. Því að hvað var það sem gerðist 1844? Hvað segir textinn? Daníel 8:14 og hann sagði við hann 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Rétt þýðing ætti hins vegar að vera þá skal helgidómurinn hreinsaður verða. Það er að það segir ekki að það hafi verið lokið við að hreinsa helgidóminn 1844, heldur að eftir það mun hann hreinsaður verða. Hvað það tekur langan tíma kemur ekki fram. En eins og við þekkjum á árunum fyrir 1844 þá fóru margir að rannsaka þessa spádóma og menn fóru að skilja hvað Daníel var að segja. Því að eins og segir í Daníel 12:4 þá var bókin innsigluð og allt til loka tímana þá var það áður, því var það áður en 2300 ára tímabilinu lauk, þá var bókin opnuð og fólk fór að skilja hvað Daníel var að segja. Og eins og segir í Opinberunarbókinni 10:10, ég tók litlu bókina úr hendi engilsins og át hana upp, og í munni mér var hún sæt sem hunang. Þannig var sagt fyrir það hvernig spádómar Daníels opnuðust fyrir fólki og hægt var að rannsaka og skilja það sem Daníel fjallar En eins og segir í þessu sama versi, en ég hafði etið hana, fann ég til beiskju í kviði mínum. Enda hafði fólk ekki skilið til fulls það sem Daníel spáði fyrir Þeir sem á þessum tíma rannsökuðu Daníel væntu þess að við lok 2300 árana og við hreinsun helgidómsins þá kæmi Kristur aftur og þetta táknaði endurkomu Krists. Þess vegna var bókin beiski kviði þeirra. Þegar það kom í ljós að ekkert varð af endurkomu Krists á þessum tíma þá þurftu þeir sem hefðu boðið þennan boðskap að líða mikið háð og spott og við getum rétt ímyndað okkur hvernig það hefur verið. En það var ekki í fyrsta sinn sem fólk Guðs mistúlkar áætlun Guðs og verður fyrir vonbrigðum, háði og spotti. Voru postularnir ekki fyrir vonbrigðum þegar Kristur var krossfestur og ekkert varð úr þeim veraldlegu væntingum sem þeir báru til hans. Voru Ísraelsmenn ekki oft fyrir vonbrigðum í göngu sinni í eyðimörkinni. Það að verða fyrir vonbrigðum virðist frekar vera reglan með fólk Guðs því miður, en það þýðir ekki að Guð sé ekki að leiða fólk sitt. Hann leyfir vonbrigðunum að koma til að reyna trú okkar. Hvað gerum við þegar við verðum fyrir vonbrigðum? Gefumst við upp á Guði eða höldum við fast í traust okkar á hann þrátt fyrir vonbrigðin, háðið og spottið? Og út á hvað gekk háðið og spottið? Það gekk út á það að ekkert hafi gerst þetta ár 1844. En er það rétt? Gerðist ekkert árið 1844? Við skulum fara yfir það eins og hvað það var sem gerðist árið 1844. Við lesum í Hebreabréfinu 9:24-26. Því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörðan, eftirmynd til sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himininn,
til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor vegna og ekki gerði hann það til þess að frambera sjálfan sig margsinnis eins og æðsti presturinn gengur inn í hið heilaga á ári hverju með annarra blóð. Þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvöllun heims, en nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldanna til að afmá syndina með fórnsinni. Þarna sjáum við hvernig helgidómsþjónusta Ísraelsmanna var aðeins fyrirmynd af því sem Kristur gerði í hinum sanna helgidómi á himnum. Og eins og æðsti presturinn gekk á ári hverju inn í hið allra helgasta á ári hverju með blóð, þannig gekk Kristur inn í hið allra helgasta á himnum árið 1844. Þannig hófst Kristur handa við að sinna þessari sérstöku þjónustu í helgidómnum á himnum. En þýðir það að ekkert hafi gerst hér, er þetta einungis eitthvað sem átti sér stað í helgidómnum á himnum? Alls ekki. Þvert á móti, á þessum tíma breyttist heimurinn. Staðreyndin er að engin dagur í mannkynssögunni hefur breytt heiminum meir en þessi dagur 22. október 1844. Það er rétt að margir hurfu frá og vildu ekkert með þetta gera meir, en aðrir hófu að rannsaka þessa hluti upp á nýtt og 4 árum síðar árið 1848 byrjaði hópur fólks að koma saman á svokölluðum hvíldadagsráðstefnum og þeir fóru að sökkva sig ofan í þetta og velta fyrir sér þessari bók til að komast að því hvar þeir höfðu haft rangt fyrir sér og hvað spádómarnir snerust í raun og veru. Og út úr þessum hvíldadagsráðstefnum kom guðfræði sem var ekki ný, heldur hafði verið hulin í sandi tímans. Hvað var það sem uppgötvaðist? Það var helgidómurinn, öll áætlun Guðs okkar til sáluhjálpar eins og hún birtist þar í helgidómnum. Og þegar þeir byrjuðu að afhjúpa þetta, fóru þeir að skilja þjónustu Jesú í helgidómnum. Og þeir áttuðu sig á því hvað hafði gerst og út frá skilningi þeirra á helgidómsþjónustunni varð aðventshreyfingin til. Á sömu ráðstefnum var hvíldadagurinn uppgötvaður í allri sinni fegurð. Ástand hinna dauðu var uppgötvaður og andi spádómsins uppgötvaðist. Þetta eru 5 stoðir aðventshreyfingarinnar: helgidómsboðskapurinn, kenningin endurkomu Krists, hvíldadagurinn, ástand hinna dauðu og andi spádómsins. En það var ekki bara þetta sem gerðist 1844. Óvinur sannleikans sat ekki í auðum höndum. Þannig sjáum við eins og Karl Marx og Friedrich Engels hittust í París og stofnuðu félag 19. nóvember 1844 og skrifaði Engel til Marx að þetta var það sem hann hafði að segja. Við erum þessa mundir að halda almenna fundi út allt til að stofna félög til framdráttar á launafólki. Allt kristilegt var bannað. Marx hafði þegar skrifað bók sem nefndist Kristin trú, ópíum fólksins. Hann heldur áfram og segir: gagnrýni á trúarbrögð er forsenda allra gagnrýni og við erum að vinna að afnámi trúarbragða og að raunverulegri hamingju eins og hann kallar það. Og óvinur sannleikans lét ekki þar við sitja. 1844, Charles Darwin skrifaði fyrsta uppkastið að upprunni tegundanna og sendi það til allra samstarfsmanna sinna til mats. Og hversu stór hluti heimsins í dag hefur gleypt við þessum boðskap? Er það ekki lögmál í heiminum í dag að það þurfi að kenna börnunum þessa hugmyndafræði? Og við höldum áfram. 1844 kemur maður að nafni John Nelson Darby með kenningu sem er kölluð dispensationalism, í þeim tilgangi að grafa undan túlkun mótmælenda á spádómum Biblíunnar. Þessi kenning dreifist heiminn eins og eldur í sinu og í dag aðhyllast flestar kristnar kirkjur þessa túlkun. Og 1844 komu kveikar fram á sjónarsviðið. Heilagsandar-hreyfingin, hún byrjar að blómstra upp frá þessu. 1844. Fox systurnar voru 3 systur frá New York sem gegndu mikilvægu hlutverki í mótun andatrúar. Yngri systurnar 2, það notuðu rapp til að samfara eldri systur sína og aðra að þær væri í samskiptum við anda.
Eldri systir þeirra tók þá við stjórn þeirra og stýrði starfsferli þeirra tíma. Allar nutu þær velgengni sem miðlar í mörg ár. Allt byrjaði þetta 1844. Joseph Smith hóf mormónahreyfinguna sína á árunum á undan, en 27. júní 1844 verður hann píslavottur og hreyfing hans verður að megahreyfingu upp úr því. Ekumenism eða samkirkjuhreyfing, það má rekja upp af hennar til 1844 því að YMCA var stofnað 7. júní 1844 og upp úr þessu kom síðan aðrar hreyfingar að lokum og lokum var til eitthvað sem heitir World Council of Churches. En á sama tíma og allt þetta kemur fram á sjónarsviðið Guð að opinbera sannleika Biblíunnar. 1844 baptistakonan Rachel Oakes Preston skorar á Millerita predikaran Frederick Wheeler að halda öll boðorð Guðs. Hann byrjar að velta þessu fyrir sér og í mars 1844 flytur hann sína fyrstu ræðu hvíldardaginn. Svo hvíldardagurinn endurreistur 1844. Charles Fitch árið 1844 tekur við kenningu Biblíunnar sálarsvefn. Það annar megasannleikur sem kemur upp á yfirborðið. Með alla þessa nýju þekkingu á Biblíunni þá þurfti að finna leiðir til að koma boðskapnum á framfæri. Og því það þannig að Samuel Morse uppgötvar Morse-kóðan. Samuel Morse var trúaður maður. Hann skrifaði meira Biblíuna en hann skrifaði fjarskipti og hann stúderaði Danielsbók og Opinberunarbókina. 24. maí 1844 sendir hann fyrstu skilaboðin og fyrstu orðin sem hann flytur yfir vírin hvað hefur Guð unnið? Þetta var upphafið öllu þessum samskiptum sem við höfum í dag yfir internetið. Þarna var byrjunin á öllu því og það byrjaði 1844. Kristus sagði: Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þennan sannleika Guð að opinbera sínu fólki. Til hvers? Til þess að við getum orðið hrein, því að Kristur getur aldrei lokið starfi sínu í musturinu fyrr en hann hefur fólk sem tilbúið fyrir komu hans. Því að það mun rætast sem Malaki spámaður segir í kafla 3, versum 2-3. En hver má afbera þann dag hann kemur og hver fær staðist þegar hann birtist? Því að hann sem eldur málbræðslumannsins og sem lútar salt þvottamannanna og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið. Og hann mun hreinsa levítana og gjöra þá skýra sem gull og silfur, til þess að Drottinn hafi aftur þá menn bera fram fórnir á þann hátt sem rétt Því að sá tími mun koma að Kristur mun rísa upp og ljúka þeirri þjónustu sem hann sinnir í musturinu. Þegar sá tími kemur enga friðþægingu að hafa lengur. Þá rætist það sem við lesum í Opinberunarbókinni 22:11. Hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn saurigi saurgi sig áfram og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Ellen G. White skrifar í Christ in the Sanctuary á blaðsíðu 153. Þeir sem búa á jörðinni þegar að þjónusta Krists mun hætta í helgidónum hið efra skulu standa frammi fyrir augliti heilags Guðs án milligöngumanns. Skikkjur þeirra verða að vera flekklausar. Persónur þeirra verða að vera hreinsaðar af synd með blóði Krists. Fyrir náð Guðs og eigin kostgæfni verða þeir að vera sigurvegarir í baráttunni við hið illa. Meðan rannsóknardómurinn heldur áfram á himnum, meðan syndir iðrandi trúara eru fjarlægðar úr helgidónum og að vera sérstakt hreinsunarverk
að afnema syndina meðal fólks Guðs á jörðinni. Og ég geri mig grein fyrir því að það Guð sem mun koma þessu til leiðar. En hvers vegna hann þá ekki ennþá kominn eftir öll þessi ár? Ellen G. White skrifar líka í Early Writings á blaðsíðu 299. Hefðu aðventistar eftir vonbrigðinu miklu árið 1844 haldið fast við trú sína og fylgt sameinaðir áfram í upphaflegri forsjón Guðs, meðtekið boðskap þriðja engilsins og í krafti Heilags Anda borið boðskapinn til heimsins, myndu þeir hafa séð hjálpræði Guðs. Drottinn hefði unnið kröftulega með viðleitni þeirra. Verkinu hefði verið lokið og Kristur hefði komið fyrr en þetta til að taka á móti sínu fólki. Það því ljóst að Guð löngu tilbúinn til að ljúka þessu öllu. Hvað það þá sem stendur út af? Eftir hverju Guð að bíða? Málið snýst það að Kristur ennþá í hinu helgasta að friðþægja fyrir syndir okkar. Hann mun halda því áfram þar til hann mun framganga eins og við lesum í Daniel 12:1 eða standa upp sem betri þýðing. Þegar Kristur þannig stendur upp þá lýkur hann þjónustu sinni í musturinu. Þá ekki lengur neina friðþægingu að fá fyrir syndir okkar. Engin furða að þegar það gerist þá verður svo mikil hörmungatíð og slík mun aldrei hafa frá því menn urðu fyrst til og allt þess tíma eins og segir í versinu. Það því ljóst að þegar Kristur stendur upp þá þarf hann að hafa fólk hér sem fært til þess að lifa án meðalgöngumanns. Eða eins og Ellen G. White lýsir svo vel í Early Writings á blaðsíðu 280 þar sem hún sér þetta í sýn eins og það hefði þegar gerst, en hún segir: Þegar Jesús fór út úr hinu allra helgasta, heyrði ég bjöllurnar klingja á klæðum hans og þegar hann fór huldi ský myrkurs yfir íbúa jarðarinnar. Þá var engin meðalgöngu maður milli manns og Guðs. Meðan Jesús hafði staðið á milli Guðs og manns var haldið aftur af mannfólkinu og þegar hann steig út sem milligöngumaður á milli mannsins og föðurins var höftunum aflétt og Satan hafði fulla stjórn á hinum sem ekki hefðu iðrast. Það var ógerlegt að úthella plágunum meðan Jesús þjónaði í helgidánum, en það sem verki hans þar lokið og meðalgöngu hans lauk ekkert til að stöðva reiði Guðs og hún brýst fram af heift yfir varnarlaust höfuð hins seka syndara sem hefur lítilsvirt hjálpræðið og hatað áminningu. Á þeim hræðilega tíma eftir að meðalgöngu Jesú var lokið lifðu hinir heilugu í augum heilags Guðs án meðalgöngu manns. Hvert mál var ákveðið, hver gimsteinn númeraður. Jesús dvaldi augnablik í ytri sal hins himneska helgidóms og syndirnar sem játaðar höfðu verið á meðan hann var í hinu allra helgasta voru lagðar á Satan, upphafsmann syndarinnar, sem verður að þola refsingu þeirra. Guð að bíða eftir að fólk hans öðlist trú á því að það geti staðið án milligöngumanns. Það Guð sem gerir það mögulegt, en við þurfum að hafa trú á að það geti gerst. Eða eins og segir í Hebreabréfinu, kafla 11, vers 6, en án trúar ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim hans leita. Og ef þú trúir því að þú geti staðið án meðalgöngumanns, ef þú trúir að Guð geti komið því til leiðar, þá þarft þú að sýna trú þín í verki, lifa samkvæmt þeirri trú. Guð í dag að undirbúa fólk til þess að geta staðið á þessum tíma án meðalgöngumanns. Vilt þú vera á meðal þeirra? Leyfa honum að undirbúa þig fyrir þennan merkasta tíma mannkynssögunnar. Margir hræddir við þessa hugsun að standa án meðalgöngumanns, því að það þýðir að ef við drýjum synd því að við erum án meðalgöngumanns,
þá fyrir það enga lausn að fá. Við þurfum því að vera fullkomin, lifa algjörlega án syndar. Margir vitna í 1. Jóhannesarbréf 1:8 þar sem segir: ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. En þessi texti segir ekki að við getum aldrei sigrast á synd. Við erum syndarar, en það þýðir ekki að við verðum að halda því áfram. Í ljósi þess að Kristur hefði getað komið miklu fyrr ef fólk hans hefði verið tilbúið, ætti það þó ekki að vera okkur kappsmál að leitast við að vera tilbúin svo að Kristur geti bundið enda á allar þessar hörmungar sem yfir okkur ganga. Til þess þurfum við að þekkja sannleikann, trúa á hann og lifa samkvæmt honum. Megi Guð gefa að við öðlumst kraft til að lifa samkvæmt sannleikanum. Kom þú drottinn Jesú, kom þú skjótt. Þakka ykkur fyrir.